Óskar, fyrsti leikurinn hérna með Víking, kannski ekki drauma úrslit, en svona, hvernig var tilfinningin? Tilfinningin var mjög góð. Spila fyrsta leikinn hérna í Víkinni í geggjuðu veðri og bara, geggjuð tilfinning sko. Þú varst sprækur þegar þú komst inn á. Hvernig var svona tilfinningin inn á vellinum? Mér leið mjög vel inn á vellinum, fannst mér, þegar ég kom inn á. Ég var pínu stressaður. Síðan fór það bara strax sko, en ég var líka ótrúlega spenntur. En mér leið ótrúlega vel inn á vellinum. Það voru bara, þetta var búin að æfa með þeim í 2 vikur og þá er ég bara búin að kynnast þeim vel og bara mér leið mjög vel. Erfiðar 2 vikur, með ekki spila? Já, það var svolítið erfitt, sérstaklega að horfa á vinna 8-0 á móti Mali Shewa. Það var pínu erfitt erfitt. Það hugsaði ég mér langa að spila en sá leikur það bara gaf mér meiri tilhlökkun að keppa og eins og sér við vorum bara óheppnir að tapa núna. Við stóðum okkur mjög vel og bara óheppnir fannst mér. Hversu súrt var að sjá Patrik Pedersen skora þarna á 90. Það var ótrúlega súrt sko. Ég trúði því varla en eftir að ég sá hann inni þá bara ég trúði að við myndum jafna en svo var ekki, svona er þetta en það er bara næsta leikur. Og toppbaráttan í deildinni heldur betur áhugaverð, 3 lið með 30 stig. Já, það má segja að þessi sigur hjá Val hafi gert deildina aðeins skemmtilegri en við hefðum alltaf viljað vinna fyrir okkur en já, það hefði verið gaman að vinna. Svona er þetta. Takk hérlega. Takk fyrir.